Herra Heimir, mætið hérna á Samskottinum Garðabæ, tapið 2-1. Hvernig er svona þín fyrstu viðbrögð? Það er alltaf vonbrigði að tapa. Mér fannst svona voru forsendur til að gera meira. Mér fannst að skapa okkur góð færi og mögulega ætti Tomma að fá víti hérna í fyrri hálfleik. Aðeins í seinni hálfleik þá féllum við of langt niður og náðum ekki að setja nógu góða pressu á það. En sýndum karakter, komum tilbaka og fengum eitthvað færi hérna til að jafna leikinn. Byrjum á fyrri hálfleik, Stjarnan komu gríðarlega sterkir til leiks. Varstu ósáttur með hvernig þínu leikmenn komu inn í leikinn? Já, algjörlega. Við vorum fyrstu 10-15 mínútur vorum við bara ekki með. Þeir komu grimmir út á heimavelli og við vorum bara ekki klárir. Það var svona smá skrekkur í okkur og náðum ekkert að halda boltanum inn á liðsins og þeir sóttu á okkur en svo náðu að jafna okkur og eftir því sem að leið á fyrri hálfleikinn þá var þetta betra og betra. Eins og segir virkilega kaflaskiptur fyrri hálfleikur, seinni hálfleikurinn bara kaflaskiptur líka, hvernig svona Stjarnan kemst yfir með marki sem var vægast sagt umdeilt, hvernig svona hefurðu séð þetta? Nei, ég er ekki búinn að sjá þetta en línuverðið var 100% öruggur á þessu. Ég held að það verið mjög erfitt að sjá þetta, það var mjög þröngt þarna en vonandi var þetta réttur dómur. Í þessu mómenti hefði ekki verið gott að hafa marklínu tæknina? Jú, það er ekki spurning. Ég hef alltaf sagt það að marklínu tæknin er eitthvað það besta sem hefur komið fyrir fótboltann og það er bara algjör synd að það sé ekki komið hingað. Ég er ekkert sérstaklega hrifinn af og ég vil fá VAR líka, ég ætla að segja það. En marklínutæknin ætti náttúrulega löngu að vera komin hingað. Eins og segir, Stjarnan kemst í 1-0, koma svo strax í 2-0, svona vaknið þið, náðu að gera þetta leik og seint skora á 90 mínútur en liggja alveg á þeim undir lokin. Varstu vongóður að jöfnunarmarkið myndi koma? Já, ekki spurning og við hentum öllu fram hérna í lokin og vonbrigði að við skildum ekki eftir að fengum á okkur fyrsta markið að greipum sér svona svolítið svekkelsi í liðinu mínu og menn svona voru að fara út úr skipulaginu og gera einhverja aðra hluti sem við ætlum ekki að gera. Leiðum við gerum það á móti góðu liði Stjörnu og fengum á okkur annað mark. Það er náttúrulega bara miklu auðveldara að koma tilbaka með 1-0 heldur en 2-0 og ekki gott hjá okkur að fá annað marki svona strax eftir fyrsta marki. Viltu segja að það hefur svona gert ykkur hlutina erfið að fá þetta annað mark á okkur, svona þannig séð að getur allt gert í fótbolta en svona brekka þyngri eftir að Stjarnan kemst í 2-0? Já, algjörlega en við hentum öllu í þá, fórum í 4-4-2, fórum að pressa og Dagur kom með frábæra innkomu, skoraði og var gríðarlega öflugur og Nóri kom inn á líka og var hættulegur á vængnum, þannig að það var fínt fyrir okkur að menn kom inn á og hjálpuðu liðinu. Í Hafsendis sem þú sóttir Amat, var hann ekki klári í að byrja í kvöld? Nei, hann náttúrulega kom bara seinni partur á fimmtudag og vorum frí á föstudag, hann náttúrulega bara tók æfingu laugardag á sunnudag og við þurfum bara að koma honum inn í þetta það sem við erum að gera og það tekur alltaf smá tíma en hann sýndi það þegar hann kom inn á í kvöld og sýndi það náttúrulega með HK fyrir 2 árum að þetta er mjög góð leikmaður. Hópurinn núna, alla F-fáingar eru leitað einhverjum styrkingum? Nei, ekki svo staðan í dag en auðvitað eru við opnið fyrir einhverju. Einhver sérstök staða eða bara opnið fyrir bara einhverju sem myndi komið? Nei, ég held að við þurfum að styrkja ykkur aðeins fram á við. Ef það er mögulegt þá væri það gott áður en glugganum lokar. Takk hérlega Heimir.